Gott kvöld og gleðilega hátíð. Mig langar að bjóða ykkur velkomin á árshátíð í Laugarlandsskóla í Holtum. Ég heiti Jón Silbert Skarphéðinsson og ég ætla að vera að kynna ykkur í kvöld. Þema kvöldsins eru sögur eftir H.C. Andersen í öllum útgáfum. Tónlistarvalið okkar opnaði dagskrána með Cup Song, Call Your Girlfriend. Næst á dagskránni eru krakkarnir í 1. og 2. bekk. Þau segja söguna frá H.C. Andersen af litlum svansunga sem hafði sem megn af ókunnum ástæðum lent í hreiðri andavörnum. Gjörðu svo vel. Sólríkan sumardag lá Anna-Mamma á hreiðrinu sínu. Hún lá lengi og beit og spennt að ungarnir hennar 7 kæmu í heiminn. Loksins komu í ljós sprungur á eggjunum og ungarnir gáfu frá sér fyrstu hljóðin.
viti menn hvað að sjá þarna, lá eftir eitt af ætrum og enginn ungi var sjáanlegur. En að lokum brotnaði skurnin og stór og grár andrúmgi skreið út og litaðist upp. Nei, hvað þetta? Mikið þetta stór og ljótur andrúmgi. En jæja, ekki til það fasta útlitið. Komið ungar, það sundæfing. Öll hersingin lagði nú af stað með andamömmu fremsta í flokki. Allir andarungarnir stökku út í vatnið og syndu ábyrgsvið, líka stóri ljóti andrúmgi. Mamma var mjög stolt. Þú ert kannski ljótur, ungi litli, en þú syndir mjög vel. Mamma var mjög stolt af ungunum sínum og hætti álfara og sína vini sína hve myndarlegir þeir voru. Mikið þetta fallegir ungar. Þið komin? Mikið þetta fallegir ungar. Nema þessi stóri ljóti andarungi. Hann svei með ljótur andarungi. Já, hann var svo lengi að klekjast út, þess vegna hann svona skrítinn. Þú ert ljótur! Þú ert ljótur! Aumingja litli ljóti andrúmginn var mjög leikur. Það þótti engum vænt hann og allir voru vondir við hann. Einn góðan veturdags flúði hann frá ungamömmu og systkinum sínum 6 út á tjörninni þar sem endurnar áttu heima. En endurnar vildu heldur ekki vera vinir hans og flugu strax í burtu. Litli ljóti andrúmginn var því allt sumarið aleinn í mýrinni. Haustið komu veiðimenn og ekki batnaði ástand við það. Þeir skutu á allt sem hreyfðist og litli ljóti andrúmginn gat með naumindum komist og farið sig hjá útlandinu. Ég verð að finna mér öruggari stað til að búa. Hér alltaf hættulegt að vera. Litli ljóti andrúmginn fór því inn í skóginn. Þar sá hann hús sem hann læddist inn í. Í húsinu bjó gömul kona sem átti gamlan kött og hænur sem var mestu alveg hætt að verða. Hvað sé ég hér, ungi litli? Ef þú verpir eggjum handa mér, þá mátt þú vera hérna hjá mér. Ég skal veita þér skjól og gefa þér mat. En gamla konan varð að bíða lengi því aldrei verpti litli ljóti andrúmginn hænu ekki. Aumingja litli ljóti andrúmginn átti ekki náðu að vist hjá gömlu konunni því kötturinn og hænan voru alltaf reynt að stríða honum. Goggaði hérna klóra. Þegar gamla konan sá aldrei komin en egg rak hún sökkhautin okkur út í myrkrið og skellti hurðinni. Snáfaðu út! Ég hef ekkert að gera við þig fyrst þú verpir ekki eggjum! Og nú var komin helgaldur vetur. Sem hann hafði dvalið sumarið. Nú nálgaðist veturinn óðfluga á kuldi sótti að honum. Ég tilbúin til að sækja jökli. Enn fór ungi litli að tjörninni þar sem hann hafði dvalið sumarið. Nú nálgaðist veturinn óðfluga og kuldið sótti að honum.
Einn dag sá hann svanir fljúga yfir tjörnina. Ó, ég vildi ég get flogið á brott með þessum fallegu svanum. Og nú kominn helgandi vetur. Tjörnin var orðin ísilög og litli ljóti andunginn okkar frosinn fastur við ísinn. Og komst hvergi en sem betur fór kom bóndinn okkur að tjörninni og sá aumingja ungan okkar. Nei, hvað segir þér? Ég var að taka þig með mér heim og hlýja þig greyið mitt, annars bíður þín bara dauðinn. Og bóndinn tók greyið litla með sér heim og hugsaði með sér best væri að gefa krakkanum okkar. Og það gekk hann sem gerði. Ó, pabbi, þú komst með andan okkar. Ó, má ég eiga hann? Ekki mjög ljós. Einn daginn var mikið fjör og heimil. Krakkarnir, piltur og stúlka fóru í eltingleik við ungan okkar. Þau hlupu allt hlæjandi og skríkjandi og skemmtu sér hið besta. En þá varð óhappið. Unginn sem hafði stækkað mikið var svo óheppinn að rekast í mjólkurfötu og velta henni um koll. Húsfreyjan á bænum var allt annað en kát og henti unganum öfugum út. Snáðaðu út! Fugls! Ó, pabbi! Ég vil ekki sjá þig hérna skítandi og eigandi stundum fyrir mér! Fyrstu sig! Já, svona! Snáðaðu út! Ég vil ekki sjá þig hérna aftur! Nei, mamma, ekki fara með hana út! Og enn fór unginn okkar í tjörninni aleinn og einmana. Einhvern veginn tókst honum að lifa á veturinn og vorið kom að sína hlýju sólargeisla. Unginn okkar hafði vaxið mikið á dagnum veturinn. Mér finnst ég vera stór og sterkur eftir veturinn. Þó ég hafi ekki haft mikið að borða. Mamma mín, stelpa. Mikið þú fallega. Þú ert með svo langan og fallegan hár. Þú ert hvítari en nýfallinn snjó. Þú ert fallegasti svanur sem ég vitum nokkurn tímann séð. Nú var litli ljóti andunginn aldeilis hissa. Hann hafði aldrei heyrt neinn segja svona fallegt við sig áður. Hann hneigði höfuð sitt í átt að vatninu. Þá sá hann spegilmynd sína og varð enn meira hissa. Hann var ekki lengur lítill og ljótur andungi heldur stór og fallegur svanur, sá hvítast af þeim öllum. Það verður nú að segja að þetta útskýrir ýmislegt. Þess vegna þótti mömmu ég svona ljótur. Ég er þá bara svanur þegar allt kemur til alls, en ekki önd.
Og þannig var að litli ljóti eldunginn sem enginn kunni að meta og hafi bara verið strítt og pyntur var búinn að finna nýja vini sem voru svanir eins og hann sjálfur. Hann var ekki lengur vansill og hrækinn, heldur stoltur og glaður að skemma hvítu svan. To say we gave it a try, I like to blame it all on life. Maybe we just weren't right, but that's a lie, that's a lie. And we can deny it as much as we want, but it takes our feelings will show, 'cause sooner or later we'll wonder why we gave up. The truth is everyone knows. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you wanted me the way I wanted you, then maybe we wouldn't be 2 worlds apart, but right here in each other's arms. 'Cause we almost knew what love was. Almost is never enough. Maybe we wouldn't be 2 worlds apart, but right here in each other's arms. 'Cause we almost knew what love was, but almost is never enough. Gísela söng Almost is never enough eftir Ariana Grande og undirleik Hannesar Árna og Caritas söng bakgrönd. Nemendur í 3. og 4. bekk munu nú sýna 2 leikrit. Fyrsta leikritið fjallar leit einnar prinsessu að eiginmanni í leikverki Hans Glögva. Síðan leikritið fjallar svo einmana prins í leit að alvöru prinsessu. Það vitanlega leikritið Prinsessan á bauninni.
Einu sinni var prinsessa sem leiddist alveg óskaplega, svo hún ákvað að gifta sig. En maður minn verður að gáfaður skemmtunum. Greinilega ekki frá fyrir ekki til þess að koma. Auglýsingum var nú dreift út allt konungsríkið þar sem gáfaðasta og skemmtilegasta fólkið var hvatt til að mæta. Langt upp í sveit bjó gamall greifi. Hann átti 2 syni sem voru gáfuðustu mennirnir í sveitinni. En greifinn átti líka 3. soninn. Engum datt í hug að hann væri gáfaður, en það var hann kallaður hans, Klauf. Annar gáfaði sonurinn las fullt af bókum á latínu og hann lærði það meira að segja aftur á bak líka. Hann las einnig öll dagblöðin í héraðinu frá síðustu 3 árum. Barbatinus Sabitensa. Það ég gáfaður. Hinn gáfaði sonurinn las mikið af bókum lögfræði og lærði líka heilmikið af bröndum. Hvað þarf margar lögmenn til að skipta minni ljósaberu 3? Einn til að klippa stigann, einn til að hrista hann og einn til að lögstækja stigafyrirtækið. Ég er ekki bara sjúklega gáfaður, ég er rosalega fyndin. Gamli greifinn lét þá hafa glæsilega hesta og gjafir til að gefa prinsessunni. Allir í sveitinni komu til að sjá þá ríða á brott. Hei, ég vil líka fara. Allt í einu langar mig til að giftast. Ég vil giftast prinsessu. Nei, Vignesa, þú ert ekki nógu gáfaður. Þú fær hvorki hest né gjaf til að hafa með þér. Iss, það breytir engu. Ég vil fara á geitafrinu mínum. Og hann tvöldi á stað saumlandi eitthvað fyrir munni sér. En fljótlega mætti hann gáfuðu bræðrum sínum á þjóðveginum. Sjáu þið hvað ég fann handa prinsessunni? Og hann sýndi þeim dauða kráku, gamlan tréskó og fulla vasa af leðjum. Þú ert hvorki gáfaður. Sögðu bræður hans afundnir og riðu áfram. Þeir voru komnir til hallarinnar klukkustund á undan hans. Prinsessan tók á móti öllum biðlunum í hallarsalnum. Í einu horninu, hjá heitum ofni, var einn mikilvægur maður sem skrifaði niður allt sem biðlarnir sögðu. En prinsessunni leiddist þeir allir. Ástin mín, þú verður að fara að gefa þessum ungu mennum tækifæri. Næst koma synir greifans. Þeir eru að vera voðalega gáfaðir. Það var komið að fyrri gáfaða syninum. En hann varð svo stressaður, hann gleymdi öllu sem hann hafði lært í latínu. Meira segja því sem hann hafði lært aftur á bak. Það eina sem hann gat sagt var: Það er svakalega heitt inni. Hinn gáfaði sonurinn var næstur. En hann var alveg jafn hræddur. Hann gleymdi allri lögfræðinu sinni og öllum bröndurunum. Það er svakalega heitt inni. Var það eina sem hann gat sagt. Og mikilvægi maðurinn skrifaði niður hvert einasta orð. Þá kom hans Klaufi ríðandi á geitafrinu. Mér líst vel að hennar noppjana. Ég þurfti ekki konunglega kjúkling, bara handa þér. Og hann dró upp dauða kráku. En við erum ekki með þið pott. Það breytir engu. Hinn er nákvæmlega það sem við þurfum. Já, og dálítið af sósu. Og hann dopnaði vasann sem var fullur af leðju. Veist það sem mikilvæg maður þetta skrifa nei hvern einasta sem þú segir. Hann langaði að sjá hvort hans yrði hræddur.
en hann var ekki hræddur. Ef hann er svona mikilvægur, þá hann að fá það besta sem í boði er. Frábært! Þú ert það í gáfaður skemmtileg. Þú með prófið og ég ætla að giftast þér. Hans klaufi giftist prinsessunni og skömmu síðar varð hann hans konungur og prinsessunni leiddist aldrei framar. Endur fyrir löngu var prins í konungsríki nokkru sem þráði ekkert heitara en að giftast prinsessu. Og hún varð að vera raunverulega prinsessa. Hann ferðaðist allan heiminn í leit að einhver slíkri, en fann hana hvergi. Þó svo það væri nóg af prinsessum í heiminum, þá var alltaf eitthvað sem vantaði upp á. Að lokum hélt hann heim á leið og var mjög leiður, því hann langaði svo innilega heitt að giftast raunverulegri prinsessu. En konungshjónin voru harðákveðin og prinsinn varð að láta til leiðast. Nokkrum dögum síðar komu 2 prinsessur til hallarinnar frá nærliggjandi konungsríki. En kvöldið gerði mikið og vont veður, með þrumum og eldingum og úrhellisrignum. En skyndilega var bankað á dyrnar og gamli kóngurinn fór til dyra. Það var prinsessa sem stóð þarna í dyrunum og þó svo hann liti nú kannski ekki út fyrir að vera einslík akkurat þá stundina, þá stóð hún hörð á því að hún væri alvöru prinsessa. Og jæja, komst nú brátt að því. Sjá, þarna. Hafið dýnurnar tilbúnar fyrir prinsessurnar að sofa á í nótt og laumirnir baunandi dýnarhúðurnar hjá öllum 3. Já, eða hálf. Já, þetta er eins og konunglega til. Ég menn, nú erum við alveg búin að missa það gamla drottningu. Mikið þetta lísk og rýðeg. Byrða hinni fyrir reyni ómerkilega í raun. Þjónustufólkið gerði eins og því var sagt. Það sótti dýrurnar og setti þar gólfið fyrir prinsessurnar og laumuðu einni baun undir hverja dýnuhúð. Því næst voru prinsessurnar leiddar inn í herbergið og þær lögðust til svefns. Þetta er svo óþægilegt. Morguninn eftir gekk fyrsta prinsessan á fund prinsins og foreldra hans. Hvernig svafstu mín kæra? Bara mjög vel. Rosalega vel. Rá, næsti.
Og þannig vissi konungsfjölskyldan að prinsessan var raunveruleg prinsessa. Því hver önnur gæti fundið fyrir einni ómerkilegri baun undir hrúgaða dýnum. Prinsinn giftist í viðkvæmu prinsessunni sinni og þau lifðu í mikilli dramatík það sem eftir var. Söng sem nú sungið tómt svartsýnisraus og textaskáldið sýnast mörg sorgum þrungin, já, langt upp fyrir haus. En ég vil heldur syngjum björtu hliðarnar á ævinnar braut. Ég ánægður ef ég á söngi hjartanu og saltkorn í minn graut. Syngjum lífið og lofum það líka. Þó að peningana skorti getur hamingjan gert menn æði ríka. Það nógur tími til að hugsa dauðan eftir dauðan, njóttu lífsins meðan kostur. Ég syng bara lífið og syngdu með mér. Skjálftar, eldgos, frost og fárviðri sé fréttaefni. Þá fegurðin og ástin og sólskinið hið rétta efni. Sem þess virði að það sé leitað uppi og notið sé vel. Því að bjartsýni, bros og gleði í sálinni besta ég til. Syngjum lífið og lofum það líka. Þó að peningana skorti getur hamingjan gert menn æði ríka. Það nógur tími til að hugsa dauðan eftir dauðan, njóttu lífsins meðan kostur. Ég syng bara lífið og syngdu með mér. Söng sem nú sungin tómt svartsýnisraus. Rakel Ýr flutti Söng lífið eftir Rúnar Júl við undirleik Karitasverkefni. 57. dagur ætlar hún að flytja stílfærða útgáfu af sögunni Lífið keisarans.
Einu sinni fyrir langa löngu var keisari nokkur sem hugsaði ekki um annað en föt, enda var hann sífellt í nýjum fötum. Hann átti sérstakan klæðnað fyrir hverja þá dagstund og hverja þá athöfn sem átti sér stað í höllinni, og þær voru ansi margar. Klæðskrafnir í borginni höfðu nóg að gera að sauma föt og útvega fataefni, en samt við keisarinn aldrei ná í fataskápinn. Dagar nokkur bar hann garðið 2 svikarappa sem báðu keisaranum áheyrn. Há er verið keisari, það eru komnir gestir. Og hverjir er það nú? Hver nennir að heimsækja okkur? Þú hangir alltaf fyrir framan spegilinn eins og það sé það skemmtilegt. Já, það eru víst vefarar frá fjarlægu landi. Eftir hverju þetta bíða maður? Hleyptu inn! Vefarar, einu sinni enn. Ætlarðu nú að fara að láta sauma þig enn ein föt? Það væri nú næri ég fengi eitthvað. Há er verið keisari. Heyrt af þér, þú mikill smakkmaður og það er gaman að fatna þér. Viltu bjóðast til að vefa fyrir þig einstakt efni? Já, svo eins að það er bara aldrei nokkur maður skilja annað eins. Efninu fylgir svo náttúra að föt úr því verða ósýnileg hverjum þeim sem er óhæfur í starfi eða alveg hrikalega heimskur. Já, þið segið það. Haldið að ég sái Páli Óskari út þegar ég er komin í björn. Þetta verður hreinasta snilld. Þá getið séð hverjir eru of vitlausir til að vinna hjá mér. Hvenær getið þið þess að byrja? Já, bara mjög fljótlega. En það þarf samt dálítið mikinn pening í svona frábær föt. Keisarinn kallar hann forsætisráðherrann og fjármálaráðherrann og skipar þeim að afhenda svikarunum kistur og poka fulla af dulli. Næsta dag hófust menn handa við að setja upp 2 verkstóla í stóra herbergi í höllinni. Þar sátu svo svikararnir og átu og drukku og höfðu það gott, en leið einhver birtist þóttust þeir önnum kafnir. Svo liðu nokkrir dagar. Jæja, mig er svolítið fyrir að langa til að sjá hvernig gengur hjá vefurunum. Hermenn, eru það ekki til í að fara til þér og sjá hvernig gengur? Hermennirnir mæta við verkstólanum hjá svikarunum. Nei, mikið er þetta fallegt efni. Keisari verður alveg glæsilegur í þessu. Já, satt sér, ég hef ekki séð neitt flottara. Þetta slæðir allt út. Sást þú eitthvað? Já, ég veit það ekki. Ég held ekki sko. Við meðum ekki láta keisari vita við sáum. Nei, hann má ekki vita neitt, annars missum við vinnina. Jæja, og hvernig leist ykkur á? Bara mjög vel. Þetta er flottasta efni sem við höfum séð. Þú verður rosalega smart í þessu. Nú liðu nokkrir dagar og keisarinn var mjög spenntur því eftir fáeina daga átti að vera skrúðganga. Keisarinn ætlaði að klæðast fínu fötunum við það tækifæri. Hann fyrir sjálfur að kanna málið. Jæja, kæru vefarar. Eru þið ekki að verða búnir að vefa? Liggur nokkuð á. Betra er að fá þetta almennilega gert og kannski geta þau sauma kjól handa mér í leiðinni. Hvað, sérðu það ekki? Við erum löngu búin að vefa og við byrjar að tekla sniður í fötin. Já, það er gott og kort því nú getum við mætti. Keisarinn sér engan vefnað og engin föt en þorir ekki að láta neinu bera. Já, ég minn hvað þetta er flott. Ég er alveg svakalega kúl maður. Skömmu síðar kalla vefararnir á keisarann til sín til að sækja fötin. Hermennirnir fara með til að aðstoða við að klæða keisarann. Þú verður varla að snerta þessu fínu fötum. Ég er dauðþrjóttur um að eyðileggja þau. Já, satt segirðu. Þetta lítur nú fyrir að vera frekar svona loftkent efni sem gæti auðveldlega að rifna. Við verðum að reyða af. Hvernig byrja keisarinn verður að hátta þig? Keisarinn drífur sér úr fötunum og allir keppast við að aðstoða við að koma honum í nýju fötin sem enginn sér. Jæja, gott fólk. Nú höldum við af stað í skrúðgöngu og sjáum hvað nýju fínu fötin mín fá góð viðbrögð hjá fólkinu. Öll hersingin leggur á stað í skrúðgöngu og almenningur hópast að til að sjá fínu fötin.
vitleysu erindi í barninu. Uss. Já, hvað er þetta krakki? Hættu þessu bullu, þetta er keisarinn. Jú, sko, hann ekki í neinu erindi frá Ásbjörn. Já, mikið ég fegin að ég fékk ekki kjól úr þessu efni. En keisarinn lætur sem ekkert sé og strunsa sína leið heim í höllina. En lætur ekki sjá sig lengi á eftir og upp frá þessu hætti hann að eyða svona miklum peningum. Jóhanna Sigrún og Karitas Harpa sungu lagið Hó hei eftir Lumineers. En nú ætla nemendur úr 7. til 9. bekk að sýna ykkur kvöldháttinn með Jimmy Fallon, þar sem Jimmy tekur viðtal við prinsessur, andarunga og aðra leikendur úr sögu H.C. Andersen. Gjörðu þið svo vel. Welcome to the Tonight Show with Jimmy Fallon. Ég Steve Higgins og aukakynning kvöldsins. Gefið gott klapp fyrir kynni ykkar, Jimmy Fallon.
strákar í kvöldvöldin hér í Leirárskóla. Vissuð þið, fótboltaleikur númer 1.000.000 spilaður í dag í hádegisskólanum. Hann endaði með því að 10 leikmenn fengu rauðspjald af sérinu dómara eins og vanlega. En Kitty, ég var að frétta að þú hefur reynað öll stafræðina létt. Hvernig tókstu það? Já, pappa hafði ekki tíma til þess að hjálpa mér. En allir úlingar í úlingadeildinni þetta yfirgefsstofu vegna ofnótkunar á rakspíra. Það kærlega fyrir þessu upp. Hey strákar, hvað var að gera í skólanum í dag? Ágiskólanleik. Nú, ég ætla að vera starffræðipróf hjá okkur. Já, það passar. Í kvöld erum við með gesti frá ýmsu sögum H.C. Andersen. Svo hver er fyrsti gesturinn okkar? Fyrst á dagskránni eru indælstelpunar frá rauðvæningaþættinum Prinsessar og Baunir. Gefið það. Ég var valin ungfrú Aþenu til 16. Ég var valin ungfrú Ísland 3 ár í röð. Hæ mamma og pabbi! Gott kvöldstefnur. Svo hvað varst þér úrslitum í keppninni um prinsinn? Ég bara skildi alls ekki. Hvernig gátt það unnið mig? Ég var alltaf fallegust í heimi og... Já, en ég alltaf fallegust í landinu, svo ég skil ekki af hverju ég fann ekki. Ég líka. En hvað fannst ykkur prinsessan sem var? Ég bara þóla hana alls ekki. Nei, ekki ég heldur. Hún var ekki eins og falleg. Leit út eins og svín. Hefurðu kíkt í spegil? Ok, en hún vann samt, þannig hún eina sanna prinsessa. Við erum bara að tala og hún var bara með svefnvandamál. Hún gæti ekki sofna ofan á það pínu baug. Já, ég meina, þið getur ekki kannið það hversu þægilegt það var. Við erum að tala eina pínu ponsulitla baug undir 100 dýnum. Er ekki í lagi? Ég veit ekki neitt hvað það er að tala en öll ég líka. Það var áhægt vitað. Bara vonandi sjá þessu aldrei á. Bye. Hey Jimmy, ég heyrði einn góðan brandara, það er samtíð milli móður og sonar. Vaknaðu hjá, þú ert að vera í skólan. Ég vil það ekki, það er svo leiðilegt þar. Allir kennararnir hata mig og allir nefndir eru óþolandi, þeir þola mig ekki. Þú verður að vera í skólan, þú ert nú skólastjórinn. En næstu 2 vikna nýjum keisar. Ég vissum að þau er nóg að segja mig frá. Jæja, hvað gerðist það við þetta? Hann var Alfber? Allsber? Hver var Allsber? Keisarinn? Hann var Alfber? Hvernig þorðu að segja var Allsber? Ég maður að vera fötur. Hei, keisarinn var líka með bann. Ég heyrði nýja brandur um daginn, Jimmy, verður búinn að segja það. Þetta er ekki að fyndi. Já. Ok, þá verður ekki sagt mér það. Næstur litlu andrökunin sem ólst upp með ljóta andrökun. Gott kvöld. Hæ. Hvað fannst ykkur ljóta andrökun? Bara mjög skemmtilegur, sko. Voruð þið góðir vinir? Já, við vorum alveg bestu vinir. Nei, ég veit ekki hvað það er að tala. Hvað er að tala um? En vitið þið hvað einelti? Já, við erum alveg. Ég veit ekki neitt. Hvað er þá einelti? Það er stríða. Það er það sem hún sagði. En voru það leggja einelti? Nei, hvað er það að tala? Þetta verður að hann var að leggja aftur í hennar stund. Ekki. Ok, takk. Hvað þið? Já, Higgins, varstu að fá nýja rakspíra? Nei, ég fór í hreina sokka. Næstu gestir okkar eru Bragi Hans Freyr. Ég er Jósef Andokar, allt í Landnesby, frá Gíta og Argjórsson. Stefán, þú getur alveg vísindi. Þið töpuðu á móti bróður, bjugguðu sem með því? Nei, því hann er svo heimskur. Af hverju töpuðu þið þá? Við erum nördar okkur allt nema skemmtum. Ok, það ert ekki að hekka röndum hérna. Nei, við gerum hvað sem við viljum. Við erum gáðar en þú. Ok. En hvað er þetta skilaði minna? Ég. Nei, ég. Akkur að þú skilaði minna. Því ég er betur en þú.
gestur. Jæja, þá kom að manni sem líklega einn af mest hötuðustu persónum úr öllum sögunum. Fólk heldur hann lét dóttur sína, betur þekkta stúlkuna með litlu öskutunar, viljandi hættu. Nú skulum við heyra hans lið á málum. Getur þú sagt okkur aðeins á sögunni? Sko, ég bað dóttur mín að fara út og selja eldspýtur svo ég getum keypt eitthvað að borða. Og ég ætlaði aldrei að lemja það, sko. Það var ekki satt. Ég sagði það bara í gríni og... Sagði það í gríni eftir að berja dóttur þín? Mér finnst það ekkert sérlega fyndið. Nei, sko, ég myndi aldrei lemja það, sko. Hefur einhvern tíma að lemja það náður? Nei, alltaf ekkert fast eða neitt, sko. Ég var ekkert eftir því. Já, ég ekki vissi hverju að trúa þér. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Það var þetta búið á okkur kvöld. Vonandi skemmt ykkur vel. Næst á dagskránni er áframhald af sögunum Ási Andersen. Gott kvöld og takk fyrir samveruna.
Sóley söng lagið Yours eftir Ellu Henderson við undirspil Karitas Hörpu. Nú ætlar leiklistarvalið að flytja frumsæmi leikrit sem skartar nokkrum ástfælum persónum úr sögu H.C. Andersen. Verkið gerist á gamlárskvöldi þar sem lítil einmana stúlka ráfar strætum og meðan nýársfögnuður fer fram í næsta húsi. Góða skemmtun. Það var nístingskuldi með fjúki og fannkomu og það var orðið dimmt kvöldið. Í þessum kulda og í þessum myrkri gekk á strætinu lítil stúlka, bláfátæk, berhöfðuð og berfætt. Þannig gekk nú veslingstúlkan á berum fótunum. Þeir voru rauðir og bláir af kulda. Svördan hennar var gömul og rifin og í henni bar hún mörg eldspýtnabréf og einu þeirra hélt hún í hendinni. Þarna gekk hún sársvöng nötrandi og var svo döpur, veslingsbarnið. Út ferð glugga skein ljósbirtan og allt strætið ilmaði steikarlyktin. Það var líka gamlárskvöld. Það var hún að hugsa. Hún settist niður og hnipraði sig saman í skoti milli tveggja húsa. Hún kreppti undir sig fæturna, en henni var æ kaldara og kaldara. Og heimtir sín þorði hún ekki að fara. Hún hafði ekkert selt af eldspýtunum og engan eyri fengið. Hún vissi að faðir sinn myndi berja sig. Hendurnar hennar litlu voru króklopnar af kulda. Æ gott væri nú að kveikja á einni eldspýtu. Hún tók þá eina eldspýtu og kveikti í henni. Velkomin í fallega húsið mitt. Mér var falið að halda þessa árlegu nýársgleði okkar litla samfélags. Ég vil byrja að skála fyrir föllnum félaga Hans Christian Andersen. Skál. Endilega spjallið saman. Maturinn verður borðborinn eftir hálftíma. Nei, hæ. Hvað ertu búin að vera að gera? Æ, svo sem ekkert. Bara að versla og eitthvað. En þú? Ekkert var svo nýtt. En hver er þessi hana hinn með? Þetta er tengdóttir staðfasti. Hefur ekki hitt hann áður? Nei, ég held ekki. En mikið er eitthvað myndalegur. Já, hann er búinn að vera að horfa í áttina til þín alveg síðan að kom. Já, þetta ekki. Fyrirgefðu maður. Allt í góðu Hans. Sjáðu þessu nýja stífja sem var bara að splæsa í rétt á hann. Splungun í sko. Já, flott. Spurði einhver? Nei, keisari, ég sá þig ekki hann. Hans, bauð ég þér? Nei, freyðir mín. Er þetta í hrautanas? Jú, þetta er í bóðum hússins. Oh yeah. Hvað er bóðið þér? Bara alls konar. Hvað má bjóða þér? Ég held ég taki... Já, ég tek bara fyrir. Takk. Nei, hæ. Við getum okkar fín í kvöld. Ertu viss? Ég er ekki alveg viss með því. Æ, hætti alltaf að tala þig niður. Geggja flott. Ekkert lítið fljótur andar og ekki lengur skilur. Bara gorgeous svart. Næst
jafn sæt og ég. Og hvað er maður að heita hvað henni? Hún hættir ekki að stara til mín. Er hárið í lagi? Þú ert falleg eins og alltaf, Ariel. Þú skyggir á sjónina. Ég furðum alltaf á því hvað lítil filma þína. Skáldskap og tæknifræði. Fólk allir það? Ég myndi ekkert svo illt með þessu, ég ætla bara, þú veist, aldrei friður fyrir þessu, bara þessu. Veslingstúlkan ætlaði að fara að hita sér við hlífuna. Þá dó á eldspýtunni og sýnin hvarf. Hún sat með útbrunna eldspýtu í hendinni. Hún kveikti á annarri. Hún logaði og lýsti og henni fannst sem hún sæi í gegnum húsveginn og inn í veisluna. Auðvitað allt þetta fína í bauð með mér. Verður hljóðið því samansett hágeða sushi. Sushi ekki í lagi með þig. Hvernig þetta þér ef ég bara matleiti vini þína? Svona, þetta er alltaf lagi. Við tökum bara fiskinn frá. Ég ekki búin að sjá Særúnu í viku. Þetta er algjörlega ólíðandi og dísins bara skör í sætinu. Má bjóða þér sushi hérna? Hvort makkarna? Hvað þetta? Jú, þetta er frítt. Djöfull þetta H.C. Andersenlið, óþáð og óþolandi. Það var aðeins meiri klassi yfir Astrid Lindgren liðinum síðstaklega. Þvílíkar sorgbókmyndir. Sæður, segðu gott? Bara fín. Ertu að skemmta þér? Já. Stelpan að maður hefur verið skotinni? Í alvöru? Ég er búinn að vera að stara til þar í allt kvöld. Þetta er gríðileg snót. Já, hún er voða sæt. Þú ætti kannski að fara og tala við hana? Já, ég geri það. Bara á eftir þá, eða? Já. Ok. Og í þann mund sem litlu stúlkunni fannst hún geta teygt sig inn og tekið þátt í veisluhöldunum. Þá sloknaði á eldspýtunni. Hún kveikti á þriðju eldspýtunni. Hún lýsti svo vel og í bjarmanum. Og í bjarmanum stóð amma, litlu stúlkunni, skínandi björt með mynda hálsum. Amma mín góð. Kallaði litla stúlkan. Æ, taktu mig með þér. Ég veit að þú hverfur þegar deyr á eldspýtunni. Stúlkan vildi með engu lifandi móti sleppa ömmu sinni. Amma hennar hafði aldrei verið svo fríð og mikilfengleg. Hún tók litlu stúlkuna upp á handlegg sér og þær lyftust í ljóma og fullaði upp í hæstu hæðir. Og þar var engin kuldi, ekkert hungur og ekkert volæði. Þær voru hjá Guði. Jæja, þá er sannarlega minnettu og flugeldasýningin að fara að byrja. Ef ekki að kíkja út og fylgjast með. Jú, ég til. Herru, þú maður Já. Halló, ætlaði ekki að bera mig út? Halló? Jesus. Ekki að grínast. Er ekki hægt að taka einn kvöld á ári
Já, það svo fallegt að sjá hvernig himinninn sindrar. Litaföru ljós. Þú ert allt nakin undir þessari kall. Ha? Nei, ekki aftur! Þið skemmt sér heim með það? Jú, ég þarf bara að sækja hérna inn. Já, ég skil mig. Við sjáumst. Ég hef fylgst með þér í allt kvöld, minn fagra. Má ég gera svo frakkur að taka þig upp og fylgja þér út? Að sjálfsögðu, prinsinn minn. Vá, þetta var geggjað. Gerðist þetta bara? Like diamonds in the sun.
diamonds are forever. So many advantages given up today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. Oh, let it come true. Oh, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Forever young. I don't like walking around this old and empty house. So hold my hand, I walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. Is that house telling you to close your eyes? Some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. There's an old voice in my head that's holding me back. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I was to disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Dagný Rós.
House flutti lagið Forever Young eftir Alphaville við undirspil í Caritas Hörpu og tónlistarvalið lokaði þessu á laginu Little Thomas. Nú hafa allir lokið sýningu á verkum sínum og vil ég biðja ykkur að taka saman bláu stólana þarna aftast, ekki þá brúningir fremst, og stefna niður í íþróttasal, þar sem bíða okkar kökur og kræsingar sem foreldrar og forráðamenn nemenda úr 10. bekk hafa töfrað fram. Takk fyrir.